Yfirborðsflatarmál sívalnings er hvað við þurfum mikið af til dæmis málningu eða pappír til þess að þekja sívalning. En sívalningur er svona eins og rör sem búið er að loka í endan. Það skiptir reyndar máli hvort það er beðið flatarmál sívalningsins eða bara rörsins. Ef það er bara rörið þá köllum við það möttul og yfirborðsflatarmál möttulsins er þvermál sinnum pí sinnum hæðin. Það er vegna þess að ef við klippum þetta hérna, klipp niður, þá opnast ferhyrningur. Hæðin er hæðin á sívalningnum en þessi hérna breidd er ummálið á hringnum, sjáðu. Þessi lína er bara það sama og héðan og alla leið hingað, þar sem ég klippti. Þannig ég þarf að reikna ummálið á hringnum. Það er þvermál sinnum pí, þessi lengd, sinnum hæðin, þá fæ ég flatarmálið á möttlinum. Ef hins vegar ég á að reikna allan sívalninginn, þá er hérna hringur og það er annar hringur hérna undir. Og þá þarf ég að bæta við þarf náttúrulega að vita hver geislinn er og hver hæðin á að vera. Við skulum gefa okkur það sé 4 og 5. Þetta sé í desimetrum. Að þá þarf ég að finna flatarmál hrings og flatarmál hrings er geislinn í öðru veldi sinnum pí. Þannig ef ég ætla að reikna bara möttulinn í þessu dæmi þá ger ég 8 sinnum pí sinnum 5. Ég fæ út úr því 125,66 dm í öðru og hringirnir eru 4 í öðru sinnum pí sinnum 2 af því að það eru 2 hringir, einn uppi og einn niðri. Ég fæ 100,53 desimetra í öðru út úr því og ef ég vil fá allan sívalninginn þá legg ég bara þetta tvennt saman og ég fæ 226,19 dm í öðru sem þýða fer desimetrar.